En núna ætlum við að bregða okkur til Akureyrar, skilst mér. Það hann Gunnar Karlsson, sviðsstjóri samskiptasviðs hjá Skattinum, sem ætlar að flytja erindi stafræna framtíð hjá Skattinum. Og hann sem sagt stattur norðan heiða, skilst mér. Og hann komin inn það. Já, takk fyrir. Ég hérna í anda ráðstefnunnar að ég skuli tala hér frá Akureyri. En ég ætla að segja ykkur aðeins að því hvernig við sjáum fyrir okkur stafræna framtíð hjá Skattinum og fara líka aðeins yfir söguna vegna þess að Skatturinn og áður RSK hefur verið í fararbroddi hvað varðar rafræna stjórnsýslu og þar má bæði nefna til dæmis rafrænu framtalsskilin, rafræn skattkort eða sem sé nýtingu persónuafsláttarins og rafræna fyrirtækjaskrá. Á ráðstefnu sem var haldin á vegum innanríkisráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skýrslutæknifélags Íslands í nóvember 2013 að þá var vefur ríkisskattstjóra RSK.is valinn besti ríkisvefurinn og í febrúar 2016 fékk embætti ríkisskattstjóra upplýsingatækniverðlaun SKÍ á UT-messu fyrir að vera í fararbroddi og frumkvöðl í nýtingu á upplýsingatækni og rafrænni stjórnsýslu. Í umsögninni þá var sérstaklega vikið af rafrænu skattskilunum og þá voru til dæmis rafræn skil á skattframtöl einstaklinga komin í 99,74%. RSK sá líka þessa svokölluðu leiðréttinguna sem var gríðarlega stórt verkefni og snerti yfir 100.000 rafræn ferli og rafrænar undirskriftir og þarna áramótin 2015-16 þá voru tekin í notkun sem við köllum rafræn skattkort eða það að segja nýting persónuafsláttar sem því stýrt inn á þjónustusíðunni í stað gömlu skattkortanna og þá var embættið líka að innleiða rafrænu fyrirtækjaskrána. En eitt stærsta þróunarverkefni undangengin ára tvímælalaust sem sé rafrænu framtalsskilin og þróun þjónustusíðu einstaklinga og áritun upplýsinga á framtalið og síðan rafræn yfirferði sem við köllum regluprófun, þessi rafræn yfirferð framtalanna. Þetta á einnig við rekstrarframtölin, en það var sem sé 99 sem að launamönnum var í fyrsta sinn boðið upp á að telja fram á netinu. Ári seinna þá var tekin upp vélræn skoðun og á þeim framtölum sem höfðu borist rafrænt og áður langt leið þá var þeirri aðferð beitt á öll framtöl. En það tryggir samræmdari skoðun og aukið jafnræði skattaðila sem við leggjum þetta mikla áherslu á. Og í dag langmestur hluti framtala afgreiddur þannig til álagningar. En ég vil geta þess að við gætum ætíð fyllsta öryggis í samskiptum og meðal annars hefur til dæmis ríkisskattstjóri á vefsínum og beint til viðskiptavina embættisins að nota rafræn skilríki við innskráningu og þjónustusíðuna þar sem þetta mikið af viðkvæmum persónulegum gögnum frekar en að nota veflíkil. Við tölum gjarnan og það sem mikilvægast núna hjá okkur á þróa, það þessi rafrænu samskipti við viðskiptavinina. Við eigum gríðarlega mikil samskipti við aðila út í þjóðfélaginu og við viljum sem sé draga úr þörf fyrir heimsóknir og símtöl til að gera vefsíðuna okkar og upplýsingar þar ennþá aðgengilegri, stórauka notkun upplýsinga og samskiptatækni, markmið að viðskiptavinir geti sem mest afgreitt sig sjálfir hvar sem og hvenær sem hafa góðar leiðbeiningar þjónustusíðuna, öll framtöl verði rafræn og erlendum tungumálum, að minnsta kosti ensku, og að öll skjöl séu rafræn og sé hægt að fylla þau út og skila rafrænt, að öll venjuleg mál séu afgreidd hratt og örugglega með svona vélrænum keyslum, þessu kölluðu massakeyslur, bara það að stytta málsmeðferðartíma, það fækkar símtölum og tölvupóstum, varðandi það að fólk sem sé að fylgjast með hvað málin eru stödd, en það þetta best að geta afgreitt þetta hratt og örugglega. Og þannig að bein samskipti verði í raun bara í flóknar og erfiðari málum. Við þurfum sem sé til þess að geta aukið þessi rafrænu samskipti frekar að koma á þessum rafrænu farvegum sem ég ætla að lýsa nánar á eftir
Við þurfum að koma á umboðsmannakerfi sem fyrst. Það er í vinnslu og það er sem sé þannig að aðilar geti til dæmis veitt fagaðilum umboð til þess að annast ákveðna þætti eða í framtalsskilum eða öðru. En það fer í dag mikil vinna í umboðin og ófullnægjandi umboð og alls konar umsýslu með veflykla. En við þurfum sem sé að nýta okkur sem fyrst til fulls kosti rafrænna skilríkja og koma á þessu umboðsmannakerfi. Við þurfum að draga úr þörf fyrir símtöl og komur í afgreiðslur. Við viljum veita góða þjónustu sem besta þjónustu, en svona sem dæmi umfangið að þá eru til dæmis þjónustufulltrúarnir okkar eða sérfræðingarnir okkar er að afgreiða 365.000 símtöl á ári, gríðarlegt magn af tölvupósti og síðan eru þetta fjölmargar komur í afgreiðslu. Við þurfum að auka sem mest sjálfsafgreiðslu og nýta gervigreind og spjallmenni eins og við komum inn á hérna undan sem allra mest þar sem því verður við komið. Og svo þetta hafa þjónustu síðuna sem besta og aðgengilegasta. Ég ætla ekki að delja lengi þessa mynd. Þið sjáu þarna skatturinn og stafrænu vegferðina. Þetta er bara svona yfirlit yfir þessi kerfi okkar öll. Þarna hægra megin þá eru öll stóru vinnslu og upplýsingakerfin og fleira sem ég ætla ekki í rauninni að ræða núna. En síðan vinstra megin þar er í rauninni þessi stafræna vegferð sem við erum að leggja áherslu á núna. Þar sem að snýr eins og ég segja að öllum þessum gríðarlegu samskiptum okkar við viðskiptavinum. Þarna er heimasíðan og gegnum hana þetta er síðan aðkoman inn á hitt. Ég segi þarna þjónustu síðan mínar síður og legg áherslu á það að það auðkennir fólk sig inn með rafrænum skilríkjum og við sjáum það að það fækkar þeim sem komi í afgreiðslurnar og þannig að á einhverjum tímapunkti þá sjáum við alveg fyrir okkur að svona þessar afgreiðslur eins og þær eru í dag muni afleggjast í núverandi mynd en í staðinn þá komi stór stafræn afgreiðsla þar sem að allir landsmenn hafa jafnan aðgang allstaðar sem þýðir einfaldlega bara einfaldari samskipti og betri þjónustu. Ég kalla þarna við erum að þegar byrjuð að svona skoða með snjallpenni, við höfum kallað það ölmu og það viljum við nýta bæði að svara og svo þurfum við að nýta snjalltæknina í alls konar sjálfvirkni. Inn á þessum þjónustustíðum þar myndi vera klippi yfir mín mál þar sem fólk geti séð öll þau mál sem að eru og hafa verið í gangi, séð stöðuna við ríkissjóð í innheimtukerfinu sem er á forræði ekki okkar forræði, á forræði fjársýslunnar, við vinnum mikið með og eins framtölu álagningu og þarna safnist upp líka samskiptasaga þar sem fólk getur eða viðskiptavinir geta séð öll þau samskipti sem það hafa átt við okkur. Síðan ætla ég að lýsa eftir betur rafrænu farvegunum og eins að hafa samband. En þegar við tölum þessa rafrænu farvegi þá erum við að tala mjög fjölþætta lausn og þar erum við sem sé fyrst og fremst að tala það að nota einn skilgreindan loggaðan farveg inn á þjónustusíðu skattaðila til að senda inn til dæmis kærur, erindi, leiðréttingarbeiðnir, fyrirspurnir og margvíslegar beiðnir og umsóknir og að notkun netfangsins skatturinn.is í núverandi mynd verði hægt. Við erum að fá alltaf mikið af alls konar beiðnum og erindum í gegnum það. Það að vera með svona loggaðan farveg þar sem fólk auðkennir sig með rafrænu skilríki þýðir líka það að við getum svara fólki fullum fetum, til dæmis fyrirspurnum, en það getum við ekki gert í einhverjum opnum tölvupósti. Það var mikil framför núna, til dæmis þegar við fórum að geta boðið fólki upp á að geta auðkennt sig inn í símtal. Þannig að það getum við strax svarað meiru heldur en í bara opnum símtali. Nú síðan þarna sérstakur farvegur fyrir erlendis búsetta og aðra sem getur illa nýtt sér þennan almenna farveg
og eins tekið tillit til fagaðila og umboðsmanna og meðal annars þá kemur þetta til sögunar umboðsmannakerfið. En markmiðið sem sé að beina öllum þessum rafrænu fyrirspurnum, erindum og beiðnum, umsóknum og öðru inn á þjónustuvefinn og afgreiða sem allra mest rafrænt, sjálfkrafa og eins og ég segja og fyrirspyrjendur varðandi fyrirspurnir fái þá svörin til svokölluðu samskiptaflippa. Síðan myndu þetta mál líka fara sjálfkrafa og skrást inn í málakerfið og samskiptasagan sem ég sagði áðan safnast upp á þjónustusíðu viðkomandi. Þetta sem sé þá rafræni farvegurinn, viðurkenning með rafrænum skilríkjum. Það getur verið sem sé beiðnir um leiðréttingar, sem dæmi beiðnir um leiðréttingu og álagningu einstaklinga og það færi þá svo eftir því hvenær þetta kæmi inn. Ef þetta til varðaði framtal fyrir álagningu þá færi það beint inn í vinnslukerfi. Ef þetta verið að koma inn beiðni um framtal eða yfirstandandi árs eftir álagninguna þá innan kærufrest þá myndi það koma inn sem kæra eða þá erindi ef þetta verið eldri ár eða endurupptaka. Svo getur við komið þarna annað, þetta getur beiðnir um leiðréttingar á bifreiðagjaldi eða fyrstu íbúð, séreignarsparnaðarúrræðum eða hverju sem er. Beiðnir um afrit, gögn og vottorð og þetta verði sem allra mest sjálfvirkt og fólk geti sótt afrit af gögnum, sótt vottorð og önnur gögn þarna inn og alls konar umsóknir, fyrsta íbúð til dæmis, eða séreignarsparnaðarúrræðin, lækkun, niðurfelling á bifreiðagjaldi, endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnumanna á byggingarstað og eitthvað sem nefnt og sem sé alls konar aðrar umsóknir. Síðan setti ég þarna beiðni um greiðsludreifingu. Þetta er eitthvað sem er þá unnið í samvinnu við fjársýsluna. En við sem ég sagði áður vinnum þetta ekki með innheimtukerfið. Síðan þetta hafa samband þá myndi það í mörgum tilfellum fara bara inn á mínar síður þar sem fólk auðkennir sig inn þá með rafrænu skilríki. Fólk geti sent inn beiðni um leiðréttingu, afrit, gögn, vottorð og þetta myndi þá bara eftir atvikum flytjast inn í rafræna farveginn, sent inn fyrirspurn, eins og ég segi, auðkenna sig inn, þá getur við svara fólki til viðkvæm persónuleg málefni sem við getum ekki gert í opnum tölvupósti. Fólk getur pantað netsamtal, það getur pantað símtal, pantað myndsamtal við þjónustufulltrúa og svo framvegis. Og síðan, ég legg mikla áherslu á það, ég eins og þau sem tölvu hérna undan mér, hef mikla trú á snjallmenni og spjallmenni og við sjáum alveg fram á það að spjallmenni geti svarað miklu í netspjalli og eins leiðbeint fólki áfram inn á þjónustusíðuna, til dæmis viðurkenningu umsókna og svo framvegis. Við bindum miklar vonir við það. Nefndi þarna líka tollalínu, þetta er sem sé farvegur þar sem fólk aðalega geta fylgst með stöðunni varðandi tollagreiðslu sendinga. Þetta er svona í stórum dráttum það sem ég ætla að fara yfir og markmið okkar er bara að vera áfram í forystu í rafrænni stjórnsýslu. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Gunnar. Þetta var mjög góð yfirferð yfir það sem er í gangi varðandi stafræna framtíð hjá Skattinum.